Í dag ætlum við að gera sýnikennsluvídeó, svona tips and tricks, hvernig maður getur farðað sig þannig að það henti betur þegar maður er með gleraugu. Og við ætlum að byrja á því að sjá hvernig gleraugun liggja á andlitinu á Rósu. Og það er gott að hafa í huga hvað sést, eins og við sjáum augabrúnirnar hennar. Gleraugun liggja frekar hátt á nefinu og við sjáum vel undir augun og nánast alla augnumgjörðina nema bara svona fremsta eða lægsta punkt á augabrúnunum. Hann fer bakvið. Við ætlum að byrja að nota Skin Iceland Arctic Elixir serumið. Og við ætlum að bera þetta yfir allt andlitið. Þetta gefur húðinni ógeðslega góðan raka og undirbýr hana vel fyrir förðun. Gott að draga allt örlítið niður á hálsinn. Næst ætlum við að spraya Becca Skin Love Glow Shield og þetta undirbýr húðina fyrir förðun. Og við ætlum einnig að nota þetta sem setting spray á eftir. Svo ætlum við að nota Evermatte Primerinn frá Becca. Við ætlum að hita farðagrunninn í höndunum og svo ætlum ég að bera hann yfir T-svæðið. Það er gott að bera svona mattan farðagrunn, sérstaklega yfir nefið, þar sem gleraugun sitja. Það kemur í veg fyrir að gleraugun renni til. Svo ætlum við að nota Bobbi Brown Skin Foundation og ég ætla að nota hann með svona flötum busta frá Bobbi Brown. Þessi farði er olíulaus og gefur okkur svona miðlungsþekju og það er hægt að byggja hann vel upp. Við ætlum að setja hann yfir allt andlitið og svo ætlum við bara að taka algjörlega restina yfir nefið. Við ætlum að hafa mjög létt af farða. Nú erum við búin að setja yfir allt andlitið og þá ætlum ég að taka bara það litla sem er eftir í bustanum og fara svona létt yfir nefið. Ef við erum með þynnra lag af farða á nefinu þá getum við reynt að forðast það að fá svona far eftir gleraugun. Og gott einmitt að hugsa þá hvar þau liggja, eins og hennar gleraugu liggja svolítið ofarlega, þannig að við sleppum því svolítið að setja hér. Í augabrúnirnar ætlum við að nota Brow Multitasker pennan frá Estée Lauder. Hann er með svona greiðu einum megin, penna hinum megin og svo er þriðja settið púður hérna. Við ætlum að nota skáskorna pennan og við ætlum bara að fylla svona inn í það sem okkur finnst vanta örlítið hár. En það er mjög fallegt, sérstaklega þegar maður er með gleraugu, að vera með svolítið mótaðar augabrúnir. Næst ætlum við að nota Miracle Prep augnskuggagrunnin frá Max Factor. Það er gott að nota augnskuggagrunn til þess að augnskuggarnir haldist á sínum stað allan daginn. Það er ekkert eitt augnskuggalúk sem er eitthvað sérstaklega fyrir gleraugu auðvitað, en hérna erum við bara að gefa svona hugmynd hvað er hægt að gera. Svo ætlum við að nota Ombre Nudes palettuna frá Becca. Ég ætla að byrja á því að taka lit nr. 1 svolítið yfir allt augnlokið. Næst ætlum við að blanda saman lit 2 og 3 og við ætlum að setja hann í ytri partinn eða ytri augnkrok. Svo ætlum við að taka lit nr. 5 og ég ætla að þrýsta honum upp við ytri augnhárlínu og læta hann svo örlítið feita svona út.
Næst ætlum við að taka augnblýant frá Bobbi Brown í litnum Mahogany. Og við ætlum að gera örlitla skerpingu hérna við ytri augnhárlínu. Svo ætlum við að taka svona skáskorinn bursta og dreifa úr honum. Næst ætlum við líka að nota augnskuggagrunnin undir augun, undir hyljarinn okkar. Þetta kemur í veg fyrir að hyljarinn fari í svona línur sem getur orðið meira áberandi þegar maður er með gleraugu. Næst ætlum við að blanda saman Smashbox Photo Up Under Eye Brightener og Smashbox Studio Skin Flawless hyljaranum. Við erum að nota nýjan bursta frá Style Pro burstasafninu. Þetta er augnskuggaburstin. Og við ætlum að stimpla hyljanum á. Og ég ætla að taka hann alveg hérna inn í augnkrók. Og upp. Svo ætla ég að dreifa úr með svona svamp. Ég blanda þessum tveim saman þar sem gleraugu geta oft kastað svolítið skugga undir augun. Og þá er gott að hafa eitthvað svona sem að lyftir upp augsvæðinu eins og Smashbox Photo Up Under Eye Brightener. Við ætlum að setja hyljarann með Rimmel Instamatte púðrinu og ég er bara að nota Real Techniques setting bursta. Og svo ætla ég að púðra svolítið vel yfir nefið. Ég ætla að nota kinnalitinn Wild Honey frá Becca. Og við ætlum að setja þetta örlítið á kinnarnar. Highlighter frá Max Factor til þess að setja í neðri vatnslínu. En þetta opnar augun. Svo ætlum við að setja örlítið af augnskuggunum númer 1 og 2 úr palettinni frá Becca aðeins hérna undir, en við ætlum að hafa mjög létt, við erum bara rétt að skerpa á augnhárlínunni. Með því að setja svona ljósan inn í vatnslínu náum við að opna augun betur og láta þau virka stærri. Vegna þess að gler fyrir þá sem eru nærsýnir, eins og Rósa, geta látið augun virka minni. Á meðan gler í glerugum fyrir fjarsýna láta augun virka stærri. Þannig að við erum aðeins að gera svona trikk til þess að opna augun og stækka þau. Við ætlum að taka örlítið highlighter frá Becca í litnum Moonstone og við ætlum að setja hann í innri augnkrók og örlítið á fremra augnlokið. Þegar við erum að vinna með nærsýna er í lagi að setja örlítinn highlighter yfir augnlokið, en með fjarsýna þegar augun stækka með gleraugunum þá getur glimmer orðið svolítið mikið áberandi. En auðvitað ef þið fílið glimmer þá er það bara hið besta mál. Næst ætlum við að nota Max Factor 2000 Calorie maskaran. Við ætlum að nota svona maskara með svolítið fluffy bursta til að þykkja augnhárin og gera örlítið dramatískari. En ef við verðum að vinna með fjarsýna þar sem glerið stækkar augun, þá er gott að taka maskara með svona mjórri greiðu sem sundrar öll augnhárin vel. Þessi maskari er einmitt smitfrýr og hrindir frá sér vatni. Annað tips með augnhárin. Ef augnhárin eru mjög bein, þá er gott að bretta þau örlítið áður en maður setur maskara svo þau snerti ekki gleraugun.
Við ætlum að nota varlit í litnum Bear frá Bobbi Brown. Og ég að nota hyljara bustan úr Style Pro settinu. En hann ofboðslega góður í að setja varlit þar sem hann svona stífur og flatur. Að nota Becca Skin Love sprayið sem setting spray til að halda öllu á sínum stað.